Næst á dagskrá Hólmfríður Guðmundsdóttir tannlæknir og hún ætlar að fjalla betri tannheilsu barna. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Jú, komið sælar. Heyrið í mér ef ég stend hér. Ég heiti Hólmfríður og tannlæknir hjá embætti landlæknis og líka hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis og ég hingað komin ásamt Kristínu Sigurðar sem tannlæknir og hefur verið að vinna í verkefninu, þessu stóra verkefni með mér. Máttum bara standa upp og sýna þig, sumar þekkja þig og svo hún Halldóra með okkur líka á Holtinu sem að margir þekkja hérna. Svo Sigrún Ásta hérna með okkur sem að margir þekkja líka en hún eiginlega svona, já mátt alveg veifa. Því að hún eitt svona af eiginlega frumkvöðlum þessa verkefnis sem að við köllum í dag betri tannheilsa barna en sem að hefur svona tekið á sig nokkrar víddir í gegnum tíðina. En snýr í rauninni að þessu málefni sem að snertir okkur öll og ekki síður börnin í okkar leikskólum og hvað varðar tannheilsu barnanna og raunar tannheilsu okkar sem þjóðar. Það ljóst að tannheilsa, þegar ég ræði tennur og tannheilsu, þá kemur oft þessi staðhæfing sem klárlega rétt. Það ekki bara að bursta tennurnar? Það kunna allir það og við þurfum ekkert að velta því meira fyrir okkur. En ég hef svona ýmislegt við það í viðbót sem við skulum skoða hérna á eftir. Því að tannheilsa sem slík, hún ræðst af mjög flóknu samspili í rauninni, einstaklings, umhverfis, aðstæðna og áhrifa þetta sem þið þekkið, félagslegra aðstæðna og efnahagslegra og menntun. Sérstaklega menntun móður hefur mikið að segja hvað varðar tannheilsu barna og síðan aðstæður á heimili hafa mikið vægi í því hvort að börn alast upp með heilar og heilbrigðar tennur eða ekki. Ég hérna með nokkrar myndir í dag og þið sjáið að neðst á slæðunum set ég upp nokkrar svona spurningar. Því að þegar ég var að undirbúa erindið að þá vissi ég að við myndum taka fyrir spurningar hér í dag og þess vegna set ég svona fram nokkrar spurningar. Engin skylda svaraði með öllum en jákvætt að hugsanlega taka einhverja þeirra fyrir. Og þegar við erum að horfa á tannsjúkdóma, ég set nú fram þessa mynd af barnatönnum, að þá eru mjög margir áhrifaþættir tannsjúkdóma. Ég get sett upp flókna mynd og gíja hérna áðan, stóran hring og 80 þætti. En það sem við horfum á í rauninni 5 lykilþættir því að þegar við ræðum tennur og tannheilsu þá erum við ekki að tala nein geimvísindi. Þetta allt tiltölulega einfalt og við erum að velta fyrir okkur þáttum eins og neysluvenjum sem verða ræddar hér á eftir, að velja hollt og hollara mataræði. Það sem hollt fyrir tennur hollt fyrir líkamann. Við erum að tala sykuraðgengi, sú umræða hefur verið mjög þung á síðustu árum og vaxandi og ég hef stundum svona verið að vona og vona enn að næringarfræðingar á embættinu taki yfir tannheilsumálin af því að vissulega heilbrigð og góð næring og lítill sykur hefur stórt vægi eins og þið vitið hvað varðar tannskemmdir. En síðan það liður eins og tannhirðan sem að vegur ekki þyngra, það að segja þessi einfalda tannbustun, að busta tennina 2 á dag, það lykilatriði í tannvernd. Flúor liður sem að flestir þekkja, við búum í samfélagi þar sem við höfum ekki flúor í drykkjarvatni en við erum með flúor í öllu tannkremi eða næstum því öllu tannkremi og við erum í smá svona vandræði með heilsubylgjuna vegna þess að hún hefur svona frekar neikvæða afstöðu til flúors
en flúor virkasta efnið til þess að verjast tannskemmdum og tannkrem án flúors virkar ekki með þau varnandi áhrif sem við viljum sjá. Og síðast en ekki síst þá það aðgengi að tannlæknisþjónustu og þar sem betur fer erum við með mjög jákvæða þróun og ég sýni ykkur það eins betur á eftir því að núna í dag eða frá og með 1. janúar 2018 þá eiga öll börn á Íslandi rétt á ókeypis tannlæknisþjónustu. Þannig að það er svona góðir hluti gerast hægt og þetta skref hefur tekið okkur 7 ár í aðlögun en það að gerast. Það sem að hérna umhugsunarvert og það sem að ég kannski þreytist ekki á að segja við ykkur, það að tannsjúkdómar eru ekki sjúkdómar sem að við þurfum að leita orsaka eða skýringa á. Við vitum nákvæmlega af hverju tannsjúkdómar eru, við vitum af hverju tennur skemmast og við vitum hvernig við komum í veg fyrir tannskemmdir. Þarna erum við mjög vel sett með við marga aðra sjúkdóma. Og þess vegna kannski umhugsunarvert að við erum að finna tannskemmdir hjá fjórðungi leikskólabarna. Við erum að finna tannskemmdir hjá tæplega helmingi 6 ára barna á Íslandi og við finnum tannskemmdir hjá yfir 90% 15 ára barna á Íslandi. Þetta eru háar tölur og vissulega, og það sem ég ætla að segja ykkur núna eru upplýsingar sem eru ekki birtar en þið sem þekkið til okkar Kristínar, þið vitið að við höfum verið að fara inn í leikskóla, þá leikskóla sem hafa áhuga á að taka þetta verkefni og vinna með okkur og við erum að skima, við erum að skoða stöðuna. Og þegar við höfum skoðan og við skoðum yfir 1000 börn á þessum tímabili 2011 til 2015 og þið sjáu þetta, börn yngri en 2 ára, þar finnum við tannskemmdir sem við þurfum að meðhöndla, þar sem við þurfum að bora og fylla. Hjá einu af hverju 10 til 12 íslensku barni, einu af hverjum 4 útlendu barni. Þetta eru börn nótabene yngri en 2 ára. Þegar við erum að skoða 3 ára aldurshópinn, þá erum við að sjá þennan sama mun. Og þegar ég segi íslensku barni, þið vitið alveg hvað að fara, það er bara íslenskur uppruni og barn af erlendum uppruna. Við erum í samfélagi núna, fjölþjóðasamfélagi, og við erum með vaxandi fjölda barn af erlendum uppruna. Við sjáum skemmdir hjá svona cirka 1 af hverju 7 íslensku barni sem hátt. Eða hvað finnst ykkur? Það hátt fyrir 3 ára. En hjá hverju, eiginlega 1 af hverju 3 útlendu barni. Börn sem eru svo 4 og 5 ára hjá okkur, þar erum við að sjá tannskemmdir hjá 20% íslenskra en helmingi barna af erlendum uppruna. Og ég svona spyr yfir þennan hóp, þetta ásættanlegt? Á þetta að vera svona með leikskólaaldurinn? Sem sagt, þetta staða sem að við viljum vinna að snúa við og laga og ég segi já og ég vona að við getum rætt það líka eftir í málstofu hvað leiðir við höfum. Svo það þetta sem sagt, við vitum allar að það þarf að þvo og hreinsa tennur, þvo og þrífa. Og svo það alltaf spurningin, hvernig eigum við að kenna þessa kunst sko? Hvernig eigum við að kenna börnum? Það þekkið þið betur en ég. Þessi aðferð, ég svona set spurningamerki við hana. En sem sagt, raunhæft markmið að foreldrar busti og hreinsi tennur barna sinna 2 á dag. Það ein spurning sem bara allt í lagi að velta fyrir sér. Og við skulum skoða hvort til dæmis þið sem leikskólastjórar, þegar þið eruð að fá börn inn í fyrstu heimsókn, hvort það raunhæft að þið setjið í gang einhvers slags svona, foreldra samstarf eða upplýsið það í ykkar leikskóla, þá stefnið þið að því að börnin byrji í leikskóla og hætti í leikskóla án tannskemmda.
og það þýðir það að foreldrar að vinna í tannhirðunni heima og að það til dæmis fylgst með því eins og ári og leikskólinn jafnvel geti sett upp svona, hvað maður segja, heilsuvísi eða sem staði geti sagt á árinu 2017 þá voru 70% foreldrar hér sem að busta 2 á dag, árið 2019 hlutfallið orðið 90%. Þannig að þið geti sjálfar aðeins fylgst með hvernig foreldrar að standa sig í samstarfi þá. Þetta bara ein hugmynd sem við getum rætt. En við vitum það líka að börn nokkur í sérstöðu. Þau verða að treysta á sína foreldra í allri umhirðu og sérstaklega hvað varðar, og ekkert sérstaklega heldur bara í allri, en tannhirðan vegur það líka mjög þungt. Þau ráða ekki við þetta sjálf. Og mig langar aðeins að biðja ykkur að velta fyrir ykkur og á hlutlausu nótum. Ég hef reynslu af því að kasta stundum svona einhverjum svona boltum sem eru misvel gripnir þegar ég að tala sem mál. þannig að á hlutlausu nótum. En þorum við, viljum við, getum við liðsinnt foreldrum með þetta hlutverk og í þessu hlutverki að hugsa tannheilsu barna. Og kannski hinn spurningin deilum við og þið sem umönnunaraðilar, það að segja dagforeldrar og leikskólar, deilið þið ábyrgð með foreldrum hvað varðar þennan þátt í umönnun og uppeldi eins og öðrum þáttum. Þetta eins og ég segi, spurning sem ég langar að varpa til ykkar. En ef aðeins skoðum þessi flóknu fræði, eins og ég sagði ykkur áðan, ekki flóknu fræði, að þá erum við að busta tennur að lágmarki 2 á dag. Og það á að vera nóg, nema við séum alltaf að narta. Börn oft að borða, það ekki? Þau sísvöng, alltaf að borða. En, notabenni, við mælum með notkun flúortannkrems og að busta með því og þessi framkvæmd tekur 2 mínútur, cirka, á dag. Þannig að þegar hreyfi ykkur í 60 mínútur, það allt sem við þurfum að gera. En eins og ég segi, ég ekki að tala með ykkur tannbusta í 60 mínútur, þetta cirka 2 mínútur sem við gefum okkur í þetta og það alveg ágætis áskorun í kvöld þegar þið bustið ykkar tennur, takið í tíman. Þið takið að meðaltali þetta svona 40 sekúndur, myndi ég áætla. Og ef þið viljið virkilega vanda ykkur, ef þið eru rétthendar, takið þá vinstri höndina og farið að busta og veltið fyrir ykkur hvernig það gengur, vegna þess að þetta ekki alveg einfalt. Þið eruð allar í tannbustun á svokallari undirmeðvitund, það að segja að þið kunnið þetta og þið hugsað ekkert hvað það að gera. Og þetta bara fakta og fræði. Þannig að veltu þess aðeins fyrir ykkur. Þetta svona verkefni sem við sinnum, við þurfum aðeins að hafa meðvitund við það og taka smá tími það, 2 mínútur. Síðan það þessi tannþráður hérna, sem við höfum svo sem og tölum heilmikið í mínum fræðum því að tannþráðurinn dálítið mikið þarfaþing ef þið viljið halda tönnunum ykkar heilum, sem ég gerir ráð fyrir að þið viljið. Þannig leið og barn komið allar tennurnar, barnatennunar, 2 hálsás og ef það snertast þá þarf að fara að nota tannþráð. En embætti landlæknis framkvæmdi könnun fyrir nokkrum árum síðan og vissulega konur standa sig betur í að nota tannþráðinn daglega en það cirka 24% kvenna á þessum aldri 18 til 70 sem nota tannþráð, 12% karla. Þannig að við erum að sinna börnunum en þetta staðan hjá okkur sjálfum. Ég á þeim aldri að nú horfi ég á landan, það komið að því. Ég missi helst ekki á landanum og einhverjir hérna inni þar með mér, það ekki? Algjörlega, besti þátturinn. Og ég sá akkurat eins og þið, fleiri hér, frá Akureyri, var þetta ekki Akureyri? Þáttum hvað svefnin mikilvægur og hvað yndislegt að sofna eftir hádegismat. Og ég sá líka að þau þvoðu hendur og munn en þau bustuðu ekki tennurnar og tennurnar voru það sem var skítugt eftir matinn. Mér minnir eitthvað barn að verða að borða þarna rjómasósu, var ekki?
En allavega, það var ekki verið að busta. En undanfarið ár, eða undanfarið nokkur ár, þá höfum við semst verið að vinna að betri tannheilsu barna í Breiðholti og víðar land hjá áhugasömu leikskólafólki og leikskólum og foreldrum og börnum. Og við höfum verið sem sagt, ég held við séum með 15 leikskóla núna sem eru í þessu samstarfi við okkur. Og markmiðið einfalt, það að segja bæta tannheilsu. Við erum að nota fræðin, kunnáttuna og það sem virka best, það að segja tannburstin, með flúortannkremi til þess að vinna að betri tannheilsu. Leiðin sem við erum farin að fara í þetta verkefni, það er gegnum lýðheilsusjóð, að leikskólarnir sem sagt, þeir sækja styrk í lýðheilsusjóð og þjónustumiðstöðvar, eins og þjónustumiðstöðin í Breiðholti, hefur fengið styrk núna undanfarin ár. Og núna í haust fengu Glaðheimar í Bolungarvík styrk og þar erum við að vinna þessum verkefnum og verkefni er komið vel að stað og við metum að vissulega þannig að fræðsla er mikilvæg og mikilvægt að ræða þessi mál og tala þessi mál. En þetta verkefni er raunar íhlutun með stuðningi. Það er að segja, við tökum fyrir marga þætti sem er meira en bein fræðsla og við erum sýnilegar inn á leikskólanum og við erum í aktífu samstarfi við alla sem á leikskólanum starfa. Vegna þess að í leikskólanum þá höfum við þessa möguleika að skapa umhverfa aðstæður og stuðla þannig að betri tannheilsu og það sem við gerum er að starfsfólk fær fræðslu verkefnið, foreldrar fá líka fræðslu og síðan kemur tannlæknir inn í leikskólan á vegum heilsugæslunnar og við skýmum og skoðum stöðuna. Hver er staða barnanna í leikskólanum? Og eins og ég sáð áðan, þá erum við að sjá ansi mikið af vandamálum, aðeins og mikið á því. Það sem við svona stefnum að, það er myndband sem er til og er inn á vefsíðu landlæknis sem ég ætla ekki að spila hér, en sem sýnir alla nálgunina í þessu. Og líka það hvað það er mikilvægt í fyrsta foreldraviðtali að gefa foreldrum innsýn inn í það ef að leikskólinn hefur sett sér stefnu að sinna þessum málum, gefa foreldrum ákveðnar leiðbeiningar og allt efni slíkt og stuðningsefni er til. Forvarnastefna Reykjavíkurborgar, hún kveður á að börn hafi jöfn tækifæri, tileinki sér heilbrigðan lífsstíl og líði vel, sem tóna mjög vel við að þau séu með heilar og hreinar tennur. Og raunar markmið okkar, við erum búin að sjá ýmislegt á undanförnum árum og í rauninni var tilurð verkefnisins sú að hópur leikskólastjóra hafði samband vegna þess að þeir höfðu bara svo miklar áhyggjur af stöðu mála með sín börn. Og þetta er eiginlega þannig að verkefnið það nær flugi með áhugasömu starfsmönnum, með leikskólastjórum sem hafa þessa sýn að þeir vilja taka til í þessum málum og þeim stuðningi sem við veitum. Því við erum á hliðarlínu, tannlæknar og aðilar sem getum gripið inn í hratt. Undanfarið höfum við vissulega þurft að taka á mörgum börnum sem eru mjög illa sett og þau koma með mjög slæma tannheilsu inn í leikskóla undir 2 ára aldri og undanfarin ár höfum við verið að útbúa þetta leiðarkerfi þannig að börn sem eru með bráðavanda hafa fengið meðferð í gegnum oft barnavernd en frá næstu áramótum höfum við leiðarkerfi sem virkar fyrir alla og það er þess vegna sem við erum kannski að skrifa núna fyrsta kaflan í þessari bók því við erum að fara að vinna núna með dálítið breytt landslag af því við höfum annað bakland þegar við erum að vinna með börn með mikinn vanda en þeir sem þekkja mig og þeir sem hlusta á mig vita að fyrst og fremst þessi vinna í leikskólanum til þess að börnin hafi heilar tennur, til þess að við þurfum ekki að senda því í svæfingu, til þess að við þurfum ekki að vera vandræðast í bráðameðferð með pínu litla krakka eins og þið þekkið. Þannig það er nú stóra málið í þessu verkefni.
En sem sagt, ég þreytist ekki á því að segja ykkur að samvinnan skiptir miklu máli og svo samvinnan sem við höfum upplifað í þessu verkefni hefur verið alveg eiginlega ótrúleg. Ég hefði ekki trúað því fyrirfram að þetta gengi svona vel og náttúrulega best fyrir ykkur væri að heyra bara beint frá ykkar kollegum því þær getur bara sagt ykkur hvað við erum að gera. Ég veit alveg, kannski tala það aðeins ef ég tíma eftir, en ég veit alveg að það að bursta tennur eftir hádegismat í leikskóla áskorun, en ég veit það líka að svo áskorun skilur árangri og ég veit það líka að umhverfi í ykkar, sem sagt, ykkar vinnu umhverfi og álag í ykkar vinnu gríðarlegt og ég veit það líka að það undirmönnun í á ykkar starfsviði og ég veit að neikvæðasta umræða samfélagsins í dag, það mönnun í allri umönnun, leikskólageiranum og eldrunageiranum. Þetta það sem við heyrum hvert einasta kvöld. Þannig að þetta virkilega svona, þetta svona, sko, getum við svona breytt viðhorfum og getum við forgangsraðað á annan hátt, þannig að dagleg rútína á leikskóla, kannski henni sé breytt, en verkefnið sé ekki þannig að þetta sé svo stórt verkefni að enginn hafi eiginlega tök á að framkvæma. Skiljið hvað að fara. Þetta svona leið sem við þurfum að velta fyrir okkur. En við höfum svona tæft á, ég veit ekki hvort það hafi séð þessar spurningar sem ég búin að vera að varpa til ykkar, en það sem sagt meðal annars skiptir góð tannheilsa barna og starfsmanna máli í leikskóla. Skiptir máli. Tannburstun hluti af persónulegu hreinlæti? Ég segi já, ég veit ekki hvað þið segir. Og þetta sem ég spurði ykkur áðan deila umönnunaraðilar, það að segja leikskólar, dagforeldrar, ábyrgð með foreldrum í hvað varðar tannheilsu barna. Svo langar mér dálítið mikið að spyrja ykkur vegna þess að í gátlistum heilsueflandi leikskóla þar erum við að velta upp hvernig þið getið unnið með foreldrum í því að safna upplýsingum og líka að sem sagt, hafa þessar upplýsingar aðgengilegar innan hvers leikskóla til þess að þið svona hafið mælikvarða eða getið séð breytingar milli ára hjá okkur. Það að segja eins og þetta með tannburstunna og líka hvað varðar skráningu til dæmis hjá heimilistannlækni. Frá með næstu áramótum, þið ég mun segja þetta 4 sinnum í þessu erindi, að þá hafa öll börn semst rétt á ókeypis tannlæknisþjónustu en til þess að svo ókeypis tannlæknisþjónusta sé veitt verða þau að vera skráð með heimilistannlækni. Sú skráning í gegnum Sjúkratryggingar Íslands í ákveðna réttindagátt og þetta vefst fyrir hvaða hópi? Aðallega útlendingum, já, aðallega fólki af erlendum uppruna. Og það þess vegna sem að ég sé svona ákveðna svona samstarfsgrundvöll í því að við gætum unnið saman að því að öll börn á ykkar leikskólum hefðu skráðan heimilistannlækni. Það þýðir að við erum að dreifa ábyrgð, við komum að þessu samfélag, við erum að dreifa ábyrgð, foreldrar vissulega, leikskólarnir, heilsugæslan, sjúkratryggingar, þannig að við erum sameiginlega að tryggja það að þau réttindi sem að fólk hefur, að þau séu nýtt. Hingað til höfum við venjulega talað börn undir eða 3 ára aldri og fara til tannlæknis. Þetta mun breytast frá með næstu áramótum því þá mun ég segja við sendum eiginlega flesta 18 mánaða til 2 ára í fyrstu heimsókn til tannlæknis ákveðin börn fyrr sem til dæmis finnast í leikskólum og eru bara eins og háls. Yngsta barni sem við erum búin að svæfa var 13 mánaða og þurftum að draga úr því allar framtennur. Þannig að við erum svona að horfa á vanda sem á sér stað mjög snemma. Og þess vegna verðum við að virka það aðila sem vinna með hópinn á þessum aldri. Og þið eruð í lykilstöð því þið hittið þessi börn og foreldrana á hverjum einasta virkum degi. Ekki svo? Ég alveg verið búin. Raunhæft, annað sem sagt, eigum við að hafa tannheilsustefnu? Viljið hafa tannheilsustefnu? Ég segi já, og kannski stóru málin eru þar. Við erum með hátt hlutfall barna eins og
skýjasaði, það eru bara nánast öll, 95% barna 2-5 á leikskóla og enn og aftur í 10. hvert barn með erlendan uppruna og fer vaxandi. Af hverju erum við að streiða þetta? Af hverju er ég hérna? Ég er sem sagt búið með tíman, ég tek eina mínútu. Það er bara, sko, af hverju er ég hérna? Ég yrði ekki tissa og einhver spyrði mig hérna á eftir, sko. Af hverju er þetta verkefni en af hverju er þetta að tala um þetta ennþá? Og ég má kannski ekki segja það en það er svona lengt og ljóst. Það hefur verið reynt bara að kæfa þetta verkefni og það er búið að reyna að kæfa þetta í mörg ár. Að það er ekki vilji fyrir því að við tökum, eins og fólk segir, þessa ábyrgð af foreldrum. En það erum við ekki að gera í þessu verkefni. Við erum að vinna með foreldrum og við erum að breyta viðhorfi til þessa þáttar. Að þetta eru tennur og því bara það er ótrúlega lífsgæði að hafa heilar og heilbrigðar tennur. En við gerum þetta, við þorum og getum og viljum af því að við sjáum þetta í árangri þessa verkefnis. Það eru fleiri að fara til tannlæknis af þessum börnum. Tannheyrðin er betur sinnt heima. Foreldrar eru mjög ánægðir. Það er starfsfólkið, það setur þetta inn sem sagt ákveðin rytma. Við höfum ekki fengið neitt leikskóla sem hefur byrjað verkefni sem hefur hætt í verkefninu, engan. Og eins og ég segi, það er bara almenn ánægja með þetta verkefni. Það er eiginlega bara það. Og þess vegna erum við svona, erum við þessu. Þannig að, 4. skiptið, gjaldfrjálsar tannlækningar. Og svo bara þakka þér fyrir mig.